Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl, til mín kominn Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði. Eva Hönnudóttir ætlaði að vera með okkur líka, en það eru COVID á hennar heimili og hún kemst ekki þess vegna. Já, það verðist vera COVID út allt núna. Já, og ég sitt hérna í stað Björns Þorlákssonar sem heima með COVID. Já. Það bara svona. Já. En þið eru búin að voru að ræða fyrir viku, voru að ræða stjórnmálaástandið og búin að fara svolítið yfir flokkana. Já. En þú sagði mér áðan að þið áttu eftir að ræða flokk Ingu Sæland, flokk fólksins. Hann varð eftir á mánudaginn og svona, við getum kannski rifið upp að gróft tekið, þá hafa hlutföllin, styrkleika hlutföllin milli stjórnar og stjórnarandstöðu í könnunum sáralítið breyst frá kosningunum. Stjórnin í mælingum Maskín og Gallup núna síðast í júlí, þá voru stjórnarflokkarnir sameiginlega að mælast með vel yfir 50% og stjórnarandstöðuflokkarnir líka með álíka fylgi og þeir höfðu fengið í kosningunum 2024 reyndar örlítið tapað fylgi. Helstu breytingar þar hafa verið þær að samfylkingin hefur bætt verulega við sig í könnunum en flokkur fólksins hefur tapað það bil helmingnum af sínu fylgi. Og við vorum nú búin að skoða aðeins hvernig fylgið hafði verið að streyma á milli flokkana en áttum eins og segir flokk fólksins eftir og við getum skoðað nýjustu maskínukönnunina frá því í júlí og þá sjáum við að af þeim sem að ef við skoðum sem sé hvert fylgi flokks fólksins 2024 hefur farið á undanförnum mánuðum, þá sjáum við að núna í júlí þá heldur flokkur fólksins það bil helmingnum af þeim kjósendum sem að þeir fengu síðast. Þeir hafa fengið eitthvað á móti en miklu minna. En hvert hefur þá þetta fylgi farið? Og margir halda að það hafi bara farið beint frá flokki fólksins yfir á samfylkinguna, en það nú miklu flóknara. En samt sem áður sem sé, myndin svo að helmingurinn af fylgi flokks fólksins 24 áfram hjá flokknum, en það bil eða sem sé fjórðungur hefur farið til hinna stjórnarflokkana tveggja, samfylkingarinnar og Viðreisnar. Og þar hafa 15% farið til samfylkingarinnar en 9% til Viðreisnar. Það líka vekur athygli að 12% af fylgi flokks fólksins síðast fer núna á litlu vinstri flokkana 3 sem að fengu engan mann á þing síðast. Þannig að yfir 90% af fylgi flokks fólksins hefur annarkvort farið til stjórnarflokkana eða til litlu vinstriflokkana 3 sem komust ekki á þing. Það eru sem sé innan við 10% sem fara til hægri flokkana Miðflokks og Sjálfstæðisflokks og líka tiltölulega fáir til Framsóknar. Og þetta verður kannski sérstaklega áhugavert vegna þess að ef við skoðum fylgishreyfingar til og frá flokki fólksins undanfarin ár, þá hafa þær verið meira í allar áttir, bæði við hægri flokka og vinstri flokka, heldur en á við flesta hina flokkana, því að venjulega fylgja þessar hreyfingar milli flokkana tiltölulega vel hægra vinstra minstri. Þannig að það mjög óalgengt að menn sé að fara á milli vinstri flokkana til dæmis og Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. En þetta sem sé það sem hefur verið að gerast með flokk fólksins, fylgi flokks fólksins. En þetta eitthvað nýtt í þeirra sögu?
Nei, þetta ekki nýtt í þeirra sögu og það sem að kannski sérstaklega áhugavert í þessu að í bókinni sem við gáum út í íslensku kosningarannsókninu núna síðustu kosningar, Lognmolla í Ólgursjó, þar eru bornar saman niðurstöður skoðanakannana og niðurstöður kosninga. Og þar kemur skýrlega fram að það sem Inga Sæland hefur hamrað á eiginlega frá stofnun flokksins sem að kannanir mæli flokk fólksins alltaf vitlaust, sem nú að vísu ekki alveg rétt hjá henni, en hún hefur heilmikið til síns máls í því og það kemur þannig fram að flokkur fólksins hefur kerfisbundið mælist minni í könnunum heldur en hann fær síðan upp úr kjörkossunum. Til að mynda ef við skoðum síðustu könnunarfyrirtækjana fyrir kosningar, síðustu mælingu, því það eru auðvitað miklu vitlausari kannanir á miðju kjörtímabili eins og allir vita, þeir hafa mjög lítið forspárgildi niðurstöðuna, en ef við skoðum bara síðustu könnun fyrir kosningar og síðan úrslitin, að þá hefur í öllum kosningum sem flokkur fólksins hefur tekið þátt í 2016, 2017, 2021 og 2024 þá hefur flokkurinn alltaf fengið meira upp úr kössunum heldur en fær í könnunum og þessi skekkja hefur hjá sumum könnunarfyrirtækjum verið upp í 5-6%. Að meðaltali hefur flokkurinn verið vanmældur svona 2-3-4%. Þannig að í rauninni partur af skýringunni á því að flokkur fólksins hefur núna farið niður gæti einfallega verið mæliskekkja. Annað, en auðvitað kemur fleira til. Ráðherrar flokks fólksins hafa lent í svona óþægilegum málum og það hefur verið hart sótt að flokki fólksins harðar heldur en af hinum stjórnarflokkunum, svona af ýmsum andstæðingum ríkisstjórnarinnar. Og síðan náttúrulega kemur líka til að flokkur fólksins í fyrsta skipti í ríkisstjórn og flokkur fólksins auðvitað sumpart svona andofsflokkur sem hefur lagt megin áherslu á að berjast gegn fátækt og hefur stundum þótt vera með tillögur sem að mörgum öðrum finnast kannski ekki sérstaklega raunhæfar af því að þeir kosta mjög mikið. En nú hann orðinn stjórnarflokkur og það hefur oft reynst gömlum svona andofsflokkum erfitt að koma í ríkisstjórn og þurfa að axla þar ábyrgð. Þannig að það margt sem þarna kemur til. En flokkur fólksins, hann hefur nú, sýnist mér, komist algjörlega lifandi frá þessu stjórnarsamstarfi og ég myndi ekki kannski hafa neitt allt og miklar áhyggjur af fylginu. Megin málið fyrir flokkin held ég að sé að hann komi einhverju af sínum baráttumálum í gegn og þegar að stjórnin var mynduð þá var náttúrulega alveg augljóst í stjórnarsáttmálanum að flokkur fólksins kom ýmsum veigamiklum málum inn í þann sáttmála, málum sem að stjórnarandstaðan hefur sagt að kosti allt og mikið, málum sem að ýmsir halda kannski að sumum í Samfylkingunni og Viðreisn hafi líka fundist að kosti það mikið. Mörg þessara mála fóru ekki í gegn á þinginu út af málþófinu veiðigjöldin. En þau eru öll áfram á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar og það skiptir auðvitað miklu máli fyrir ríkisstjórnina og miklu máli fyrir Viðreisn og Samfylkinguna að þau fari í það af fullri hörku að koma þessum málum sem að flokkur fólksins ber sérstaklega fyrir brjósti að koma þeim í gegn á komandi þingvetri. Já, og jafnvel haustþinginu. Já, í rauninni þá held ég að það sé alla líkur á því að þessi mál sem að voru komist ekki í gegn síðast, mörg þeirra voru komin mjög langt. Sum þeirra voru búin að fara í nefnd og voru í rauninni tilbúin í atkvæðagreiðslu. Það þarf að vísa flytja þau núna aftur. En ég gerir ráð fyrir að þau verði bara meira og minna öll flutt strax í haust
og að það verði lögð mikil áhersla á að koma þeim fljótt og vel í gegnum þingið og málefnalega ekkert sem að ætti að hindra það vegna þess að þau eru búin að fá umtalsverða umfjöllun á síðasta þingi. Já, sko Inga Sæland hefur nú reynst bara ólíkinda tól og rekið bara góða kosningabarátt eins og við segjum, mælist alltaf lægri en sko niðurstöður kosningar eru, þannig að það of snemmt að afskrifa hana. Já, maður myndi aldrei afskrifa Ingu Sæland og í rauninni þá má segja að ráðherrar fólksins gerður svona mistök ef þú vilt sko í sérstaklega í byrjun. Það var greinilegt að þarna voru ekki mjög sjóaðir sko ríkisstjórnar menn eða ráðherrar en mér sýnist nú að þau hafi verið tiltölulega fljót að læra og gæti sín miklu betur séu orðin miklu ráðherralegri heldur þau voru sum hver fyrir 5 eða 6 mánuðum. Það var Davíð Oddsson sem sagði með ríkisstjórnina 2013 að þar í þeirri ríkisstjórn hafði enginn verið ráðherra áður. Já. Og þá sagði hann að sumir ráðherrar verða mjög fljótt húsvanir. Já. Þannig að það kannski getur verið einhver svona byrjendaskrekkur hjá þeim sem aldrei hefur komið áður að ríkisstjórnarborði. En hins vegar náttúrulega þarf ríkisstjórnin í augnablikinu ef að menn að velta fyrir sér fylginu þá þarf hún aldrei ekki að hafa neinar áhyggjur. Því að hún henni hefur tekist að halda fylgi sínu algjörlega í einhverja 7-8 mánuði og það nú kannski ekki einsdæmi en það mjög óvenjulegt eftir hrun vegna þess að venjulega hafa stjórnarflokkar reyndar allar stjórnir frá hruni, þær hafa mjög fljótlega, þær hafa byrjað með kannski 60-80% stuðning og kannski helming eða yfir helming sem ætla að kjósa stjórnarflokkana en hvorutveikja þetta hefur minnkað mjög hratt og þessi stjórn hefur haldið sínu fylgi betur en eiginlega allar aðrar nema kannski stjórn Katrínar Jakobsdóttir fyrir stjórnin en þetta verður að teljast mjög góður árangur hjá ríkisstjórninni og reyndar hafa alla ríkisstjórnir eftir hrun fallið í kosningum nema fyrir ríkisstjórn Katrínar sem að vann 2021 nokkuð örugglega fyrst og fremst út af því sem herjar nú á menn hér nefnilega COVID. Já og sko Framsókn náttúrulega vann kosningasigur þarna. Framsókn vann mjög mikinn kosningasigur 21. Bæði reyndar í borgin í þingkosningunum 21 og svo aftur í borginni 24. Nú hefur fylgið þeir í borginni gjörsamlega hruni, þeir eru að mælast með einn eða engan borgarfulltrúa. Fylgið hefur líka hrundi náttúrulega gríðarlega í kosningunum. Þeir fóru úr 17-18% í 8%, þeir mistu helming fylgisins og það hefur bara haldið áfram í könnunum og versnaði við eitthvað Flokkurinn hefur verið að tapa fylgi í könnunum núna undanfarna mánuði og í síðustu könnun, ég man nú ekki hvort það var Maskín eða Gallup, var hann komin niður í 4,9% sem að undir þröskuldinum. Þannig hann með við þá könnun fengið engin jöfnunarsæti. Hann hefði hins vegar fengið í þeirri könnun 2 kjördæmakjörin sæti í norðvestur og í norðaustur. En þetta engan í suðurkjördæmi. Engan í suðurkjördæmi. Held ég að ég muni rétt. Jú, það rétt. Og sko hér fyrir nokkrum árum hefði maður sagt þegar þó að einn af gömlu fjórflokkunum sé að mælast eða undir þröskuldi þá trúir því engin maður að það mun í rauninni gerast. En hins vegar gerðist það nú samt 2016 að Samfylkingin fór niður í 5,7%. Var að vísu þá nokkuð örugglega inni með jöfnumenn. Hins vegar þá
datt einn fjórflokkurinn út í síðustu kosningum, Vinstri græn, og meira sé að fóru niður fyrir 2,5%, þannig að þau fá ekki núna fjárstyrkin sem flokkar fá ef þeir komast yfir 2,5%, jafnvel þó þeir fái enga þingmenn. Og þess vegna sko sér maður að þetta veldi fjórflokksins kannski hefur ekki bara látið á sjá eins og hefur verið að gera alveg frá hruni, heldur sá möguleiki fyrir hendi og hefur gerst sem sé að einn að dettur út af þinginu, þannig að manni finnst það raunhæfara heldur en áður að Framsóknarflokkurinn gætir hreinlega dottið út af þingi. Í þeirra sporum. Sem verið ótrúlegt sko. Það væri náttúrulega gjörsamlega ótrúlegt. Elsti flokkur þjóðarinnar, mikill valdaflokkur. Fyrir frá 1960 og ég held nú reyndar ennþá að það sé mjög ólíklegt. Já, ég líka. Að Framsóknarflokkurinn myndi detta út af þingi. En þeir hljóta að sýna ykkur viðbrögð. Það sem ég hef, já, og það sem ég hef ekki alveg skilið hvaða taktík Framsóknarflokkurinn hefur verið með í stjórnarandstöðunni. Mér hefur sýnst að hann hafi í rauninni að stjórnarandstöðan hafi að mörgu leyti verið mjög samstíga til dæmis í veiðigjaldamálinu eða kannski og sem var náttúrulega þetta mikla hitamál á vorþinginu og þar sá maður í sjálfu sér ekki mikinn mun, kannski einhvern áherslumun, ekki mikinn mun á málflutningi Framsóknarflokksins annars vegar og hægri flokkana, miðflokks og sjálfstæðisflokks. En þeir flokkar hafa nú verið mjög samskipa í mjög mörgum málum enda sína kosningaransóknirnar að kjósendur sjálfstæðisflokksins og kjósendur miðflokksins þeir hafa mjög líkar skoðanir bæði á hægri vinstri ást þar sem að sjálfstæðisflokkurinn nú enn töluvert lengra til hægri eða dálítið lengra til hægri en miðflokkurinn og líka á þetta svo kallaða menningarást þar sem að við sjáum að kjósendur miðflokksins eru mestir þjóðernissinnar og minnst frjálslyndir en sjálfstæðismennir eru ekki mjög langt þar frá þannig að málefnalega eiga kjósendur sjálfstæðisflokks og miðflokks heilmikið sameiginlegt. Kjósendur Framsóknarflokksins eru hins vegar allt öðruvísi. Framsóknarflokkurinn miðjuflokkur og hans kjósendur hafa bæði komið af miðjunni og frá vinstri og frá hægri. Þannig að það svolítið skrítið að með því að svona líma sig upp við sjálfstæðisflokkin og miðflokkin þá á Framsóknarflokkurinn á hættu að rekja frá sér hugsanlega kjósendur sem að eru aðeins vinstra megin við miðju eða svona alveg í kringum miðjuna og þess vegna hefði ég búist við því að Framsóknarflokkurinn myndi reyna að móta sér dálitla sérstöðu og vera með dálítið öðruvísi stjórnarandstöðu heldur en hægri flokkarnir tveir og reyndar heyri ég þegar ég segi það við ráðamenn að það viti nú allir að ef að Framsóknarflokkurinn hefði orðið nógu stór í síðustu kosningum til þess að hann gæti mynda ríkisstjórn með Samfylkingunni og Viðreisn að þá hefði verið mynduð stjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Framsóknar en ekki með flokki fólksins. Það var bara ekki hægt. Nei. Og það sem ég finnst athyglisvert því að ég nú svona aðeins að prófa menn þessa stjórnmálamenn þegar ég að segja þeim þetta en það hefur enginn verið andmælt mér ennþá. Nei. Þannig að ég held að þetta hafi að minnstakosti verið algjörlega raunhæfur möguleiki og í rauninni kannski hefði virkað áhættu minna fyrir Samfylkingu og Viðreisn sem eru auðvitað flokkar sem eiga mjög mikið sameiginlegt og það sjáum við líka í kosningaransóknunum að kjósendur þeirra eru mjög líkir þó að kjósendur Viðreisnar séu svolítið lengra rétt hægra megin við miðjuna en Samfylkingakjósendur eru svona vel vinstra megin við hana. En flokkurinn þar?
flokkurinn... Samfylkingin, hún vinstra megin við miðjuna? Hún vinstra megin við miðjuna, það sína allra athuganir, sko, eða menn geta náttúrulega flokkað eins og þeir vilja, sko. Jú. En ég nú bara miðað við það hvernig kjósendur upplifa þetta og hvaða viðhorf kjósendur flokkana hafa á vinstri hægri kvarða og þá það alveg ljóst að kjósendur samfylkingarinnar eru vel vinstra megin við miðju, hafa kannski aðeins fæst nær miðjunni í síðustu kosningum heldur en í kosningunum þar á undan, en þeir eru samt sem áður klárlega vinstra megin við miðju. En það hefur kannski verið svona áhættu minna fyrir Samfylking og Viðreisn að fara með Framsóknarflokknum sem náttúrulega reyndur stjórnarflokkur frekar heldur en að veðja á flokk fólksins eins og þeir urðu að gera. Það var í rauninni engin annar kostur, engin annar málefnalegur kostur við stjórnarmyndun síðast. Því það hefði náttúrulega verið mjög slæmur kostur málefnilega fyrir Viðreisn og Samfylkingu að fara í stjórn annarkvort með miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum, þannig að í mínum huga var það aldrei líklegt. En hins vegar kannski má bæta við að svona málefnilega að þá það að ýmsu leyti áhugaverðara að flokkur fólksins sé inn í þessari stjórn frekar heldur Framsóknarflokkurinn, af því hann hefur töluvert aðrar áherslur og að það gerist núna sem að hefur nú ekki gerst nema hvað einu sinni sennilega í meirihlutastjórn að bæði Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur, þessir gömlu valdaflokkar, séu utan ríkisstjórnar og menn geta svo sem velti fyrir sér hvort það sé gott eða slæmt. En það allavega fyrir stjórnmálafræðinga mjög áhugavert að sjá hvernig einhverjir sem að hafa miklu minna verið í stjórnum, hvernig þeir spjara sig í ríkisstjórn. Það eru hrein skipti. Það eru hrein, já, þú getur sagt að það séu hrein skipti. Má ég segja hverju ég hef mikið áhuga á núna? Já, það máttu gera. Já, ég vil að gera það. Það í Skónakonum, þá býð ég eftir að þau smelli saman í fylki Sjálfstæðisflokkun og Viðreisn, að Viðreisn sé að svona nálgast sjálfstæðisflokkin í fylki bara ekki óðfluga en hægt og bítandi. Já, þetta bara áhugaverð spá. Já. Ég hef ekki sérstaka tilfinningu fyrir því, sko, menn staðreyndin að segja okkur bara að báðir þessi flokkar hafi verið tiltölulega nálægt kosningaúrslitunum. Já. Með svona 19%, 15-16%, 14-15-16% verið svolítið minni. En það náttúrulega munurinn á Viðreisn og sjálfstæðisflokknum óneitanlega orðin mjög lítill. Já, og ef að þetta gerðist, ef að þessi kenning sem að þú ert með gæti gerst á minnst kosti 2 vegu, annars vegar að eitthvað umtalsvert fylgi sem í sjálfstæðisflokknum færi yfir á Viðreisn og við vitum að innan sjálfstæðisflokksins eru bæði kjósendur sem að eru málefnalega tiltölulega nálægt Viðreisn og auðvitað gætu þeir farið þangað. En síðan líka stór hópur í sjálfstæðisflokknum sem að málefnalega miklu nær miðflokknum og það náttúrulega hugsanlegt að sjálfstæðisflokkurinn misti eitthvað af því fylgi yfir á miðflokkin, þannig að Viðreisn gæti farið upp fyrir sjálfstæðisflokkin, annars vegar með því að vinna kjósendur af sjálfstæðisflokknum, en það geti líka gerst þó að það færu ekki margir kjósendur frá sjálfstæðisflokknum yfir á Viðreisn, ef að margir kjósendur færu frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkin. Og það gæti enda þannig að Viðreisn væri þá næststærsti flokkurinn, en þannig að þetta allt saman hugsanlegt, en þetta auðvitað bara vangaveltur. Já, ég veit það, en þetta samt að það ekki nema 2% stig á milli þeirra, sko. Já, 2-3, 4, eftir konunum, sko, eitthvað svoleiðis, já. Þannig að það ekki svo mikið bíl í sjálfu sér. Nei, það tiltölulega mjög lítið bíl, sko. Mér finnst líka það Kristrún og Þorgerður Katrín, mér finnst þær vera mjög vænar við flokk fólksins. Takk upp hanskan fyrir hann og segja mæra Ingu í þannig viðtölum. Þannig að það er að verja sitt bú svolítið, sem svona kvenlegt svolítið. Já, það er heimilið sitt. Kannski það sé nú bara kvenlegt, já, það skildi þó ekki vera. Það að minnst kosti svona fyrir þá sem hafa lengi fylgst með stjórnmálum, þá það svona skemmtileg tilbreyting að sjá hvernig þessar konur
koma fram, hvernig það svona andinn virðist vera á milli þeirra, því að það virðist vera tölvöld öðruvísi heldur en gömlu kallpungarnir sem eins og við, sem hafa öllu ráði hér í áratugi og það blærin annar. Mér sýnist líka að ýmislegt í starfsháttunum sé annað. Og það náttúrulega alveg augljóst sérstaklega þegar að margir töldu að flokkur fólksins væri veikilhekkurinn í ríkisstjórninni og þar eru náttúrulega margir ósjóaðir stjórnmálamenn sem eru vanir því að vera háværir í andstöðu. Þess vegna voru ýmsir að tala það fyrir kosningarnar og reyndar eftir líka að flokkur fólksins væri í rauninni það sem að stundum kallað óstjórntækur en ennþá ekkert sem bendir þess. En partur af því auðvitað það að það mjög mikilvægt fyrir Kristrúnu og Þorgerði að halda góðu sambandi við Ingu Sæland og verja flokk fólksins þegar að honum sótt af mikilli hörku. Það í rauninni bara partur af því að halda ríkisstjórninni saman sem tiltölulega heillegri einingu. Þannig að þær í rauninni að reyna bara að stuðla að einingu ríkisstjórnar. Og ég held reynda að það muni reynast þeim miklu auðveldara heldur en það reyndist Katrínu Jakobsdóttur að halda saman ólíkum sjónarmiðum, einkanlega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins í síðustu ríkisstjórn. Þó að ég meti að þannig að Katrín hafi unnið mjög gott starf í því að reyna að halda þessum flokkum saman en sérstaklega og það náttúrulega gekk mjög vel meðan að COVID var aðalmálið og það var ekki rætt pólitík í langan tíma en síðan kom bara á seinna kjörtímabilinu í ljós að Vinstri græn hugsjónir Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins fara bara ekkert saman. Þannig að ég held að menn séu nú farnir að segja það almennt núna að og það auðvelt að vera gáfaður eftir á, að það hafi verið mikil mistök bæði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græn að halda stjórnarsamstarfinu áfram eftir kosningasigurinn 2021. En það náttúrulega líka svolítið erfitt þegar að þú gegn öllum fyrri kosningum eftir hrun og gegn því sem að flestir bjökkust við að þú bara vinnur kosningarnar og segir svo við unnum kosningarnar en við ætlum ekki að halda áfram. Það er svolítið kannski skrítið að gera það en málefnalega hefði það verið í rauninni miklu hyggilegra. Eftir á hyggja. Þegar að Vinstri grænir og hrunin að þingi. Það þurfti náttúrulega ekki mikla spámenn 2017 þegar að stjórnin var mynduð að þá sagði ég til dæmis og margir fleiri að þetta væri mikið afrek og gríðarlegur áfangi fyrir Vinstri græn að fá forsætisráðherrann og sem að hafði bara gerst einu sinni á Norðurlöndum og það var í Finnlandi rétt eftir síðari heimsstyrjöldina og var í mjög stuttan tíma. Þannig að flokkurinn sem að hafði ekki mátt aldrei fengið utanríkisráðherrann hafði lengi vel mátt hann ekki heldur fá fjármálaráðuneytið, hafði aldrei fengið dómsmálaráðuneytið, að hann fær bara að vera með forsætisráðherrann og Sjálfstæðisflokkurinn eins og það var orðað, Sjálfstæðisflokkurinn situr í stjórn í skjóli kommunista eins og það hefði verið orðað. Þetta náttúrulega var mjög freistandi og að margan hátt mjög flott fyrir Vinstri græn en ég sagði strax 2017 þetta stjórnarsamstarf ávísun á fylgistap Vinstri grænna vegna þess að meðal annars vegna þess að við höfum samskonar reynslu frá Norðurlöndunum þar sem að vinstri sósíalistar höfðu farið í ríkisstjórnir ekki með íhaldinu heldur með krötunum og hafði verið refsað grimmilega fyrir það í kosningum og stofnaðir nýjir flokkar lengra til vinstri heldur en hefðbundnu vinstri sósíalistaflokkarnir á Norðurlöndunum og þetta gekk náttúrulega eftir, það að segja að þeir höfðu verið með ég man nú ekki 17% eitthvað svo leiðis eða eitthvað á því bilinu 2017, það fór í milli 12 og 13 2021 og síðan í þarna einhver 2-3% 2024. Þannig að þessi mikli sigur í einu skilningi, það að segja að fá forsætisráðherrann
sem er nánast einstakt í ekki bara Norðurlöndunum heldur í Vestur-Evrópu að vinstri sósíalistar fái þá stöðu að þá var þeim svo grimmilega refsað af kjósendum því að auðvitað vilja vinstri sinnaðir kjósendur, róttækir vinstri sinnaðir kjósendur, þeim finnst auðvitað ekki eðlilegt að þeirra fólk sé í ríkisstjórn með höfuð óvinninu sjálfu íhaldinu. Einmitt, sko. Og það auðvitað, venjulega það náttúrulega þannig að þegar að samsteypustjórnir eru myndaðar í Vestur-Evrópu, að þá auðvitað algengast að það séu flokkar sem eru tiltölulega líkir málefnilega sem mynda ríkisstjórnina. Það getur að vísu gerst og til dæmis á Norðurlöndunum eru náttúrulega þessar skýru blokkir, rauðblokk og bláblokk. En það hins vegar undantekningar frá þessu, það eru gjarnan myndaðar svona grand coalitions, allra flokka þjóðstjórnir til dæmis á stríðstímum. Og við sérstakar aðstæður getur verið óhjákvæmilegt að mynda stjórnir þvert yfir miðjuna. Það nú reynda stjórn í Danmörku núna sem að bæði með flokkum úr bláu blokkinni og rauðu blokkinni, það mjög óvinnilegt. Og núna í Þýskalandi var verið að mynda ríkisstjórn á dögunum þar sem að eru kristilegi demókratar, hægri flokkurinn og sósíaldemókratarnir. En það í rauninni gert vegna þess að þessir flokkar segja sem svo. Nú eru ástandið þannig með tiltölulega mikið fylgi öfgahægri flokksins AfD að meginmálið í þýskum stjórnmálum núna að reyna að vernda lýðræðið og til þess að gera það verða bara hægri menn og vinstri menn, þessir hefðbundnu klassísku hægri og vinstri flokkar sem að eru í rauninni báðir tiltölulega hófsamir flokkar, að þeir verða bara semja til að forðast þessa ógn frá andlýðræðislegum populistum. Þetta hefur auðvitað vandamáli för með sér vegna þess að menn eru vanir því að þú eigir að fá að velja á milli þess hvort að hægri flokkurinn sé í stjórn, hryggjarstykkið í stjórn, eða vinstri flokkurinn sé hryggjarstykkið í stjórn, en hins vegar þá virðist mann í Þýskalandi að þetta sé í rauninni að þarna séu aðstæður sem þetta kannski eina lausnin fyrir þá sem vilja varðveita lýðræðislegt stjórnarfar og hefðir lýðræðisins í Þýskalandi. Sem við viljum öll einhvern veginn, eða ekki? Já, við viljum það minnst að korti flest. Já, en sko, ég meina lokaspurningu. Heldur þú að Samfylkingin og Kristrún sé búin að toppa í þessu sem að mælast núna upp í 35%? Heldur ég ennþá eitthvað inni? Það engin leið að fullyrða það. Það gæti nú til dæmis ráðist af því hvernig stjórnarandstaðan hagar sér á næsta þingi. En ef við skoðum þetta almennt og sögulega, þá náttúrulega væru líkurnar yfirgnæfandi á því að þeir fari nú ekki mikið hærra. Og það eru yfirgnæfandi líkur á því að flokkurinn myndi aldrei fá svo mikið fylgi í kosningum. Nei. Þannig að það segja gömlu mynstrin okkur. Og það segja, eða mynstrin sem að hafa verið í íslenskri pólitíka eftir hrun, þá segir það okkur að það í rauninni miðað við þá mynd afskaplega ólíklegt að nokkur flokkur komist yfir 30% í kosningum þó það sé auðvitað ekki útilokað. Kerfið sem við höfum verið með er þannig að við höfum verið að flokkunum hefur fjölgað, þeir voru orðnir 8, eru núna 6. Í næstu kosningum getum við gert ráð fyrir því að þeim fjölgi. Sérstaklega ef að vinstri flokkarnir 3 sem komast ekki inn á þing núna, þeir myndi einhvers konar bandalag eða hryggjast ekki úr þeim myndi einhvers konar bandalag því að þessir vinstri sósíalísku kjósendur í síðustu kosningum voru nú yfir 9% kjósenda þó þeir fengju engan mann á þing. En af hverju tekur þau Pírata þar inn? Mér finnst þeir ekkert vera vinstri fólk. Nei, þér finnst það. Já, tala hver fyrir sig. Og margir þeirra segja að við erum ekki vinstri flokkur. Það sem ég byggi þetta á er hins vegar að kosningaransóknirnar hafa sína fram á það að ef við skoðum viðhorf kjósenda Pírata
kjósendur sósíalistaflokksins og kjósendur Vinstri grænna, að þá eru þeir þegar við skoðum hægri vinstri málefni, þá eru kjósendur þessara 3 flokka nánast á alveg sama stað. Og ef við skoðum menningaráðsinn, frjálslyndi íhaldssemi eða frjálslyndir alþjóðasinnar versus þjóðlegir íhaldsmenn, þá eru kjósendur þessara 3 flokka líka nokkurn veginn á sama stað. Þannig að það sem ég hef verið að segja að það kannski minna alvarlegt ef að þú ert með 3 flokkar sem eru út og söður í flokkakerfinu sem koma engum manni inn á þing. Þá er það bara, þá er það bara hægri menn, miðjumenn og vinstri menn sem allir eru að sem sé að tapa eða sem sé komast ekki inn í þingið. En þarna erum við með þá sérstöku stöðu að tiltölulega einsleitur kjósendahópur sem að bara mjög sammála mörg megin viðfangsefnin í stjórnmálum, að þeir komast ekki inn á þingið. Það 9% kjósenda sem eru sammála mjög margt fá engan þingmann og það finnst mér lýðræðislega ekki heppilegt. Það engar líkur á því að þröskuldinu verði breytt, það stjórnarskrárbreytingu fyrir næstu kosningar þannig að það ekki hægt að breyta honum fyrir næstu kosningar og reyndar ólíklegt að menn muni vilja það. Þess utan, þannig að eina leiðin fyrir þessa 3 flokka eða hryggjarstykkið í því minnstakosti fyrir utan náttúrulega bara stórauka fylgi sitt, þannig að allir 3 byðu fram og fengi allir yfir 5%, að þá virðist nú vera að eða allavega miða við stöðunni eins og hún var síðast, að þá skynsamlegasta leiðin að sameina krafta sína. Þannig að það verði einn vinstri sósíalískur flokkur eða minnstakosti einn aðal vinstri sinnaður sósíalískur flokkur. Núna eru náttúrulega uppi svona spurningar hvað verður núverandi forystu í sósíalistaflokknum. Flokkurinn hefur verið að tapa fylgi í kosningum og það kannski erfitt að sjá þá forystu vinna saman með VG eða Pírötum, en ef drúgur hlutin af þeim sem helst hafa verið í forsvari fyrir sósíalistaflokkin, til dæmis Sanna Magdalena, færu inn í svona nýtt vinstra bandalag, að þá finnst mér nú langlíklegast að sósíalistaflokkurinn undir núverandi forystu yrði mjög lítill flokkur, þó að það sé engin leið að fullir það en mér finnst það langlíklegast. Þetta með Píratana, ég kynki því að ég hef átt rangt fyrir mig þar. Það nú alltaf gott að skipta skoðun, sérstaklega ef það byggist á vísindalegum upplýsingum. Segðu. Ólafur, þakka þér mikið vel fyrir komuna og þáttun heldur áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.